Við ákveðum að taka fyrir feminisma og viðhorf gagnvart feminisma seinustu ár. Feminismi samheiti yfir ýmsar pólitískar og hugmyndafræðilegar stefnur þar sem sóst eftir og barist fyrir jafnrétti kynjanna í víðum skilning. Meðal algengra baráttumála feminista barátta fyrir jöfnum launum karla og kvenna, barátta gegn mansali, vændi, útlitsdýrkun og svonefndri klámvæðingu samfélagsins, barátta fyrir rétti til fóstureyðinga og rétti kvenna til menntunar, atvinnu og annarra tækifæra til jafns við karla og barátta fyrir jöfnum áhrifum kynjanna í stjórnmálum og viðskiptum. Feministi karl eða kona sem veit að jafnrétti kynjanna ekki náð og vill gera eitthvað í því. Já. Já, ég held það. Já. 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 Já, skilja. Já, ég feministi. Ég feministi, já. Hvað hef ég gert? Ég skrifa greinar, ég hef gert rannsóknir, ég hef skipulagt og tekið þátt í átökum. Ég kenni kynjafræði. Ok. Já, já. Já, eitthvað sem getur nefnt sem dæmi? Dæmi, ég bara lifi lífið mínu svona sem feministi. Bara með því að kenna, ég nefnilega kennari í Háskóla Íslands og ég kem þessu að í öllum námskeiðum sem ég að kenna, sko. Þannig að ég geri það með því að velja námsefni þar sem komið inn á feminisma. Ég bara reyna að taka þátt í umræðinni og svona. Hvernig? Það hefur komið svona í sveiflum. Stundum þetta vel séð, stundum ekki. Stundum hefur þetta verið cool, stundum ekki. Já, einmitt, já. Og það nú verið sko, með þessum öfgum, þá hefur notað inn í svokölluðu hægri menn, eða fólk sem vill halda í, sem vil ekki breytingar, þá hefur sem sagt orðið feministi og feminismi svolítið niðrandi merkingum. Og það sem sagt, og það mjög mikilvægt að fólk skilgreini sig og segi hvað stendur fyrir, af því við lifum á svo hrikalega brothættum tímum og bæði á Íslandi og það líka orðið ákveðið svona hrun og rof á milli tungumáls og gjörða. Þannig að til að segja ef ég lef í borðið svona, þá segi ég ekki að lemja í borðið, þú veist. Og í stjórnmálum alveg sama lögmál. Fólk gerir eitthvað og segist ekki vera að gera það. Þannig að það algjörlega bara. Og þetta heitir post-truth. Við skulum skoða það í... Já, gerum það. Ok. Já, það sko, ég get náttúrulega sagt ykkur því að það eru svona nafnlausar kennslukannanir og áður ég byrjaði að kenna fyrir 15 árum, sko. Mér fannst algengar áður en það kom alltaf einhver, maður veit ekki hvort það strákur eða stelpa, hún talar alltaf mikið konur og feminisma og eitthvað svona, sko, þó mér finnst ég gera mjög lítið af því, sko. En mér finnst já, það einhvern veginn ekki eins áberandi í dag, þannig ég held nú að yngri kynslóðin sé nú, já, að vonandi að svona, mér heyrist að afseptera meira svona. Og líka strákar, en það eru svona eins og bróðir okkar og svona, það einhverjir svona gamaldags svolítið eða þá sem Það verður ekki alltaf svona. Það verður alltaf einhverjir. Já. Það orðið svolítið meira svona mainstream, finnst mér. Skári? Skári. Jú, hún hefur náttúrulega batnað rosalega mikið. Ég man eftir þegar Rauðsökuta kom fram. Já. Það var mjög gaman. Já. Og og ég man líka þegar móðir mín byrjaði að vinna úti, og ég var svona
ég var stökk í 101 og mamma mín hún ól okkur upp og mér fannst það mjög skrítið þegar hún fór út að vinna. Akkurat. Það var alltaf ekki, sko, jú, það hefur náttúrulega gert rosa mikið, skilu, og það bara á Íslandi svona ákveðin fyrirmynd, alltaf líka með Vigdísi Finnbogadóttur, sko, sem fyrsta kvenfórsetanum og náttúrulega, já, Brandar og Björk okkar náttúrulega, Já. sönguna, hún hefur alltaf sungið sín í Hjálpi, marga, og fleiri. Það bara fer eftir því hvar við erum, en ég, svona hér á Íslandi, þá, það sem ég er mestar áhyggjur af er auðvitað, já, þessi hérna klámvæðing og svona, já, og hvernig er verið að, já, sýna konur í alls konar vídeóleikjum og á netinu og allt því tengt, sko, ég held að þar er baráttan ekki unnin, Nei. Hún er mjög góð miðað við mörg önnur lönd en það er náttúrulega samt ekki jafnrétti og við sjáum það í fullt af hlutum eins og kynferðisofbeldi og launamun kynjanna og svona, þannig að það er fullt sem þarf að gera ennþá. Nei. Nei. Nei, mér finnst það ekki, sko. Nei. Ok.